Já, góður hlustundur, velkomin að Rauða borðinu á 1. desember, fullveldisdaginn. Og við sitjum nú alltaf hérna við Rauða borðið og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í, og að því að 1. desember þá yfirskrift þessa fundar hér sem fullveldi hverra. Við ætlum að leika okkur aðeins á því að tala samfélagið okkar út frá því að það sé 1. desember, og að einhver tímann þá kom fólk saman og vildi búa til íslenskt samfélag í sjálfstætt land og fullvalda land sem myndi verða einhvern veginn. Bandaríkjamenn tala alltaf svona eins og það sé eilífðarverkefni, eða það deilt það í Bandaríkjunum, hvort það sé fullmótað samfélag eða hvort það sé verkefni hverja kynslóð að mótað áfram. En til þess að velta þessu fyrir sér og ræða hverjir fara með fullveldið, hvort það séu bara fáir í hópnum sem að fara með það og skilja aðra eftir útundan og ég fyrir kúið þá. Hingað komin góður hópur af fólki. Hérna Lubna Anbari sem háskólanemi og innflytjandi af annarri kynslóð, Íris Ellingberger. Hún lektor við menntavísindasviðið í háskólanum og hefur rannsakað meðal annars stöðu hinsegin fólks í samfélaginu. Býstu við. Og Sigríður Harpa Sigurðardóttir, hún rétt ókomin. Hún formaður Öryrkjabandalagsins, Ragnar Þór Ingólfsson, hann formaður VR. Og svo Þorleifur Friðriksson, sagnfræðingur hérna hjá okkur. Hann hefur rannsakað mikið verkalýðssögu og kannski Íslandssögu hinna fátæku og valdalausu. En ég má byrja á þér, Íris. Því að þú hefur nú starfað með hinsegin fólki. Hérna þegar verið að tala svona fullveldið og sjálfstæðissöguna. Það þannig að okkur hafi tekist eða ætlum við yfir höfuð að búa til samfélagið þar sem að rúmaði alla inni, eða þetta svona samfélag sem við höfum verið að tröstast með síðustu 102 árin, sem að snýst mikið það að vera selektíft og passa það að það komist nú enginn að borðinu og það sem ákvarðanir teknar sem að ekki eiga þar heima, eins og yfirstéttin myndi kannski segja, og byrsta sig. Ég veit. Náttúrulega svona samband hinsegin fólks og fullveldisins, eða já, þjóðarinnar, eða hvaða einingu við viljum svo sem skoða er í rauninni frekar áhugaverð, og kannski sérstaklega þessi svona saga sem þarna bakvið, vegna þess að svona það leyti sem að svona þessar hugmyndir sem að við höfum í dag hinseginleika eða samkynhneigð kannski sérstaklega voru svona að koma upp á yfirborðið, bæði á Íslandi og annars staðar, og það á svipuðum tíma og fullveldi verður til þannig á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Og það eru kannski ekkert rosa mikið í deglunni þannig 1918, þannig að þegar það verið að tala hver tilheyrir þjóðinni, að þá hinsegin fólk eða samkynhneigð eða hinseginleiki eða einhvers konar svona óhefðbundnar tilfinningar og langanir, það er ekkert umræðu efni í sjálfu sér. En svo ekkert svo löngu seinna þá fer kannski fólk að verða svona aðeins meira vart við eða meðvitaðar að það er hann eitthvað til sem er búið að svona skilgreina sem samkynhneigð og búið að skilgreina sem eitthvað sem er slæmt, eitthvað sem er afbrigðilegt. Og þá í rauninni tekur við svona tímabil þar sem er farið að svona setja hinseginleika og samkynhneigð mjög mikið í sambandi við útlönd, eitthvað sem að Íslendingar, allir heiðvirðir Íslendingar eru ekki að fást við og ekki að stunda, sko. En eitthvað sem að er bara gert einhvers staðar erlendis, einhvers staðar í einhverjum stórborgum, einhverjum solli, erlendum solli. En svo þegar Íslendingar fer að myndast einhver meðvitund að þetta nú kannski líka við Íslendinga, það séu líka Íslendinga sem séu samkynhneigðir eða séu hinsegin, að þá farið að einhvern veginn svona reyna samt að stimpla þetta sem eitthvað svona erlent fyrirbæri, sem eitthvað svona sem hafi smitast til Íslands erlendis frá. Þannig að það mjög sterk tilhneiging til þess að vilja einhvern veginn svona útiloka hinsegin fólk úr þjóðinni, þannig að kannski svona miðbik 20. aldar. En svo náttúrulega þróast þetta og tímarnir breytast og viðhorf til hinsegin fólks breytist með. Þannig að núna þetta eiginlega kannski svolítið búið að snúast við.
að svona, það að vera hinsegin væn þjóð, að bjóða hinsegin fólk velkomið og að það sé öruggt á Íslandi, að það eitthvað svona sem notað til þess að bæði sko skilgreina það hvað Íslendingar eru sem fólk sem að virðir mannréttindi hinsegin fólks og þá kannski sérstaklega að vera að tala samkynhneigða í þessu samhengi, en sko það að vera homofóbískur eða virða ekki mannréttindi hinsegin fólks, að það svona stimpli sem fleygt á útlendinga, bæði sko erlenda þjóðir og svo líka fólk af tilteknum uppruna sem býr á Íslandi. Þannig að einhvern veginn svona, það þessi svona rosa tvíbenta skrýtna einhvern veginn, þetta tvíbenta skrýtna samband sem að hinsegin fólk hefur einhvern veginn við þjóðina og við fullveldið. Það gerði svolítið eins og skyndilega. Ég var að hlusta á þú að tala, þá held ég að ef Íslendingar ættu að þylja upp sko, það sem þau eru stoltir af það að skyndilega sveifla, það sem að samkynhneigðir, eins og þú segir líklega, frekar heldur en hinsegin, sem að verða allt í einu bara rosalega mikið hluti af við, sem það gerist bara eldsnögt. Þetta svona eitt af sigurtaflum þess hvernig við erum að búa til samfélagið. En sumuleyti þegar ég var að hlusta á það kannski einstakt ef maður tæki kannski svo kvennafrídaginn sem að væri eitthvað svona viðmiðun, og þá sko kvennabaráttan átt miklu meiri lengri baráttu í því að verða hluti af óviðfengjanleg hluti af við heldur en barátta samkynhneigðra. Veit ekki hvort að það væri jafnt margir sem myndu vísa til þess að benda á að við stæðum okkur framalega að því leyti og svo gætum við haldið áfram að þylja upp aðra hópa, þannig að kannski eru samkynhneigðir innst inni af öllum þeim baráttuhópum sem hafa barist, getur það verið? Eða það bara hluti samkynhneigðra sem að fengi að fara inn en síðan einhver hópur þeirra sem eru utan og hafa ekki fengið að vera með í þessari skyndilegu sveiflu þarna? Það sko, það náttúrulega líka einhvern veginn spurningin og það einhvern veginn svona einmitt áhugavert að skoða þetta samspil vegna þess einhvern veginn leið og þú ferðar einhvern veginn til kannski öðrum jaðarsettu hópi líka, að þá fer þessi tenging svolítið að rofna, sko, þá einhvern veginn ertu ekki eins velkomin inn í þennan svona þjóðarlíkama ef svo má orðið komast. Þannig að þetta er samband sem mjög brothætt og maður svona finnur það að það alltaf svona svolítið kannski ekki svona meðvitað verið að svona halda því svona fyrir ofan höfði fólks að mögulega gæti það afturlengt út í kuldanum, en maður finnur svona ákveðin ótta gagnvart því að mögulega svona þetta svona sólskins sumartímabil í garð hinsegin fólks að því kannski líkur einhver tíman og við lendum aftur út í kuldanum. Máttu við kannski þá að segjum að þeir sem eru alveg innst inni væri menntaðir, hvítir, miðaldra hommar væri komið alveg innst inni en síðan væri kannski transfólk úr verkalýðsstétt og ómenntað og kannski lögt á hörund, að það væri út í jaðrinum og kannski eru þeir sem inni í miðjunni óttast að taka upp baráttu alls hópsins. Ertu að hugsa eitthvað slíkt eða er ég að víta þeir út í? Maður hefur alveg séð svona dæmi ákveðin ótta svona þeirra sem eru svolítið svona komin inn, til dæmis bara samkynhneigðs sem hvítt og velmenntað eins og til dæmis ég, að svona ég finn þá fólki sem svona svipaðri stöðu og ég að stundum það svolítið svona hrætt við þessar sem eru kannski aðeins meira ögrandi eða einhvern veginn svona eru jaðarsettari að þau fara að kasta svona rýrð á svona okkur sem höfum þetta frábæra einhvern veginn orðspor og erum allt í orðin eitthvað svona tákn fyrir það hvað Ísland stendur sér frábærlega í mannréttindamálum. Þannig að ég held að þetta sé ekkert úr lausu lofti gripið, sko. Og kannski skiljanlegt í að hópurinn og kannski persónulega hver og einn man eftir því hvað það ógeðslega kalt þarna úti að eiga bara hættu að vera lamin þegar maður labbar milli húsa. Þannig að það getur líka verið að sko, það að vera úti svo hryllilegt. Akkurat, sko. Þannig að þetta er flókið samband. Má brjótast inn í umræðuna sem það má eiginlega allt við rauðaborðið. Það? Já. Ég fannst nefnilega þetta vera mjög athyglisvert og þetta innlegg þitt þarna, Gunnar,
varðandi konur og kvennafrídaginn og sögu kvenna, að ég held nefnilega við þeirra saga nefnilega gríðarlega merkileg. Saga íslenska kvenna í svona jafnréttishreyfingu Evrópu gríðarlega merkileg og hún miklu lengri heldur en við gjarnan höldum. Við tölum kvennafrídaginn 1975, jú, hann var stórmerkilegur. En 1908 fengu konur fyrst leyfi til að bjóða fram og kjósa til sveitarstjórna. Og það voru fyrstu leynilegu kosningarna sem það voru á Íslandi og það var 1908 sem sé í Reykjavík og Hafnarfirði, en annars það var það 1909. Í þessum kosningum komum fram 18 listar í Reykjavík og aðeins 1 kvennalisti. Kallarnir botnuðu greinilega ekkert í þessu mikla frelsi sem allt í einu var verið að boða nú leynilega kosningar og allt frjálst og allt mögulegt og þeir gerðu settu saman 17 lista, konurnar föttuðu þetta eins og algjörlega. Þær gengu hús og húsi til Gunnu og Jónu og Pálínu og hvísluðu við undir vegg og þegar upp var tali og þær töldu sig eiga möguleika á því að fá kannski 1 fulltrúa, þeir buðu fram 4. Allar konurnar, allar 4 komust inn. Og þetta voru gríðarlegur sigur meðan verkalýðsfélagið Dagsbrún sem bauð líka fram og iðnaðarmenn þeir fengu hrikalega útreið, stór félög sem voru þegar orðin öflug. Svo íslenska konur hafa. Ég ætla að láta þið tegja okkur alveg til 1908, 1909. Svanur Kristjánsson talar oft það sem eiginlega alvarlegustu mistökin í svona alþýðuhreyfingum á okkar tímum var það að verkalýðshreyfingunni skildi ekki auðnast að ná inn kvennahreyfingunni sem var þá mjög sterk og hafði barist fyrir kosningarétti, að þegar það var komið að þá ýtti svona karllæga verkalýðshreyfingin konunum út. Ef það hefði auðnast á að leiða saman þessar 2 baráttur, það má segja það í fleirtölu, að þá hefði samfélag orðið betra, segir þetta eiginlega uppáhaldskenningum við Svans Kristjánssonar sem datt ég að skjóta hérna inn. En herðu, Rúbí, þú við erum að tala um að vera með, að fá að vera með í fullveldinu og tilheyra samfélaginu. Þú ert innflytjandi og foreldrarnir líka. Þú hefur svolítið stutt að berjast fyrir því að fá að vera fullgildur meðlimur í samfélaginu, þannig að þetta er kannski ekki alveg fullveldið þitt sem við erum að fagna í dag og þíns fólks, heldur að þú með svona. Það einhverjir sem að telja sig eiga ráða meiru og geta útlutað þér og þínu fólki kannski svona aukaðelda samfélaginu, ekki alveg fulla. Er það of svart teiknað hjá mér, er það of grimt eða hvernig þínu upplifun af samfélaginu okkar? Fyrst og fremst, ég ekki droslega klár í sögunni, en svona fyrsta sem við dettur í hugum fullveldi fullveldi frá ofbeldi annarra ríki, eða sem sagt var oftast ofbeldi frá öðrum ríkjum eða eitthvað svoleiðis, eitthvað yfirráð, en það náttúrulega þýðir ekkert að fagna því ef að það nú þegar einveldi í stjórnmálum hérlendis sem að beita ákveðnum hópum í samfélaginu, kannski ekki mikla, þau fá ekki mikla jafnrétti eins og öryrkjarnir og náttúrulega fólk af erlendum uppruna og sérstaklega fólk með dökka hörund. Þannig fyrir mig svona, já, hvernig á ég fagna fullveldi ef að tilgang þess ekki alveg 100% náð, þó svo að einstaklingar hérlendis í yfirráði eru að kannski, ekki alveg að standa sig í þessu þessum tilgang. En já, eins og við vorum að tala hinsegin, það mjög áhugavert að skoða hvernig þessi bylgja bara hoppa, kom allt einu upp bara eins og með kvennabaráttuna. Ég upplifi hana svolítið þannig að hún hafi verið einmitt svona rosalega svona áberandi og ég upplifi líka svona meira svona jákvæðinni að opna örfum sínum fyrir hinsegin fólk sem að koma úr flótta frá öðrum löndum. Og ég þekki einmitt, eða einhverja kunningja sem einmitt komið frá Póllandi. Þau eru
hjón og hinsegin og flugu landi vegna þessu óttuðust að það myndi vera beitt einhverju óréttlæti eingöngu vegna þess að þeir eru hinsegin. En svo kannski finnst maður svona með að upplifa öðruvísi þegar það kemur að dekkra fólki og sérstaklega múslimum, að þá allt í einu svona aðeins meira neikvæðri nótum þegar kemur að gefa þeim einhvers konar réttlæti. Þannig að ég svona, já, þetta er mjög svona sérstakt. En Finnst það vera hægt að tengja þetta því að eins og þú ert að gera að fullveldi er frelsi frá herrum annarra þjóða en síðan erum við með innlenda herra sem að halda áfram að kúa. Já, einmitt, það er það sem að ég var að reyna að leggja áherslu að það þarf að allan að ná fram þeim tilgang með þessu fullveldi að þú veist að það sé ekki að færa að ofbeldi færist ekki frá yfirvöldum samt það sé innanlands eða utanlands ef að skaðinn sé jafn mikill eða meiri jafnvel að þá erum við ekki alveg svona að það er erfitt að fagna því alveg 100%. En já, þetta er mín skoðun. Má ég spyrja það einu, Lúbí, því að við vorum að tala þarna baráttu samkynhneigðra sem að var bara með mikill mótvindur lengi og svo gerist eitthvað svona upplifu margra að allt í einu hafi orðið svona vendipunktur. Heldurðu að þú og fólk sem í þinni stöðu sem að komi hingað frá öðrum löndum og öðrum heimslutum að þið eigið eftir að upplifa eitthvað slíkt að það sem að þið voruð jaðarsett og haldið til hliðs og mynd á það bara hvar sem þið komið, kvartaði yfir því hvernig þið talið íslenskuna og hvernig þið eru á litin kannski og hvað trúar þið eru. En síðan gerist það allt í einu að samfélagin á okkur að þroska og þau upplifið að allt í einu skiptir ekki máli. Heldur þú eigið eftir að upplifa það? Svo sagt að áhrif getur endur tekið. Já, að eins og gerðist með baráttu samkynhneigðra að þeir voru búin að berjast lengi og svo náður einhverjum árangri þannig að allavega stór hluti þeirra upplifir að þeir tilheyri og fá að vera með þessu fullgild. Heldurðu að fólk sem kemur frá Afríku er kannski múslimar og eru innflytjendur, tala ekki kannski íslensku eins og innfæddir, að þeir upplifi þetta, allt í einu daginn upplifi þau að þeir fá að tilheyra? Er fullgildur hluti af samfélaginu? Ég meina, ég vona það. Ég upplifi mest að þegar stjórnvöld eða fjölmiðlar fara að tala svona neikvæðum nótum gagnvart ákveðnum hópum og þegar maður mætir kannski einstaklingum til dæmis því ég var að sækja vinnu og fekk vinnuna og þá var starfsfólk að deila einhverjum skoðunum ákveðna jaðarsetta hópa þau vilja þá ekki hérlandis og fá alltaf eitthvað svona alltaf einstaklingar að minna mann á að ákveðin hópur sé ekki velkomin þá svona ég veit ekki náttúrulega þetta er alveg áhyggjuefni af því að við viljum að æðra vald færi að tala á jákvæðum nótum og fræði líka þennan hóp svo að fólk færi svona samþykja þennan hóp líka. En það þarf kannski bara einhverju svona baráttu eða einhverju svona eins og með kvennabaráttuna eða hinsegin baráttuna að sé einhvers konar svona útlendingabaráttu eða eitthvað svoleiðis. Við tölum nú einu sinni í þætti að því að ég nefndi kvennafrídaginn og tölum við einu sinni í þætti það sem var að tala hvort að innflytjendur ættu að leggja niður vinnu í dag til þess að sýna mikilvægi sitt. Já, það væri áhugavert að sjá það Það var mjög áhugavert. Ég myndi var að horfa á eitthvað einstakling sögu sagnfræðing sem voru að tala kvennafrídaginn það sem að kom fyrir að þegar konur lögðu öll störfin heima störfin og bara störf utan heimilisins að þá þurftu karlarnir að elda heima og allar pulsurnar seldust upp og þau kunnu ekkert að elda
þannig að kunni bara að elda pulsur fyrir börnin. Þannig að það væri áhugavert að sjá hvað gerist þegar útlendingarnir leggja niður störf í einn dag. Það var fyrirsögn á þessu daginn eftir sem var vöskuð upp sjálfur. Það var eitthvað innlit inn í ríkisskattstjóra og fyrirsögnin, kallarnir hefur vaskað upp og þótti frétt. Herðu, Þuríður Harpa, öryrkjar, þeir hafa þurft svolítið að hafa fyrir því að fá að vera með, að vera fullgildir aðilar að þessu fullvalda samfélagi okkar. Já, við höfum þurft að hafa bara dálítið mikið fyrir því að fá að vera með og það er mjög margir sem að í raun og veru er ekki sjálfráðir enn í dag og við sjáum það til dæmis á þeim einstaklingur sem er gert að búa í ákveðnu búsetuformi eða jafnvel þurfa að hlýta því eða sæta því að búa inn á hjúkrunarheimilum þar sem að aldurinn er yfir 85 ára aldur og það er kannski fólk sem er bara gott nót undir 30 jafnvel. Þannig að ég það er ekki þannig að fatlað fólk hafi fullgilda aðkomu einhvern veginn að samfélaginu ennþá því miður og við sjáum það bara í því að mismunin er svo mikil til dæmis bara það kemur að vinnumarkaði viðeigandi aðlögun, við erum komin mjög skammt á veg varðandi algilda hönnun og viðeigandi aðlögun og allir þessi orðtök og hugtök sem við höfum verið að nota og sem er bara erfitt með að skilja við erum ennþá svo föst í því að vera svona að hjálpa aumingjanum eða að ég má orða það svo sterkt að fólk er bara að vera gott við fatlað fólk og átta sig ekki á því að fatlað fólk er bara eins og allir aðrir vilja geta bara lifa sínu lífi og tekið þátt en það er einmitt þar sem að kannski hnífurinn stendur í kúnni að það er fatlað fólk gert afskaplega erfitt fyrir með að taka þátt og við eigum til einstaklingar sem eru mjög menntaðir, háskólamenntaðir með margskonar mastersgráður en fá hvergi vinnu af því að þeir eru þá að keppa vinnu við ófatlað fólk og svo hefum við ungt fólk sem að hefur ekki tækifæri til þess að stunda nám vegna þess að háskólinn er ekki aðgengilegur eða það fær ekki námslán af því að það getur ekki tekið háskóluna á fullu parti eins og aðrir. Þannig að það að vera svona fullgildur og það er svona, ég veit það ekki, það er kannski ekki alveg, á ekki alveg við fatlað fólk og sérlega í dag þegar við sjáum að það er vista gegn vilja sinum bara inn á einhverja hjúkrunarstofnanir og það fær kannski ekki þá aðstoð eða hvað að segja, það eru takmörkuð gæði eða takmarkar aðgangur ákveðnum gæðum eins og til dæmis NPA þjónustu sem er þó orðin svona lögbundið form í þjónustu við fatlað fólk. Það vantar peningana. Já, ég tók eftir því að þú vildir þegar við varum að tala háskólanám og jafnrétti til háskólanámslúbi. Ég er einmitt að gera lokaritgerð sögu fatlaðra og þar hindranir sem þau mæta í kerfinu og ég er sjálf með ristikrampa sem er frekar ófyrirsjáanlegur og hefur þannig áhrif á líf mitt að ég veit ekki alveg hvenær ég sofna og þarf að fara að sparsum með svefnlyf og ég fæ bara 10 svefnlyf á mánuð og það hefur bara verið mjög erfitt fyrir mig að vinna hvað sem er og ég get ekki unnið fulla vinnu og ég hef líka mætt fordómum af heimilislæknum bara vegna aldurs og það er sagt að þau vísa ekkert í fólk til þess að fara í mat bara fyrir eldra fólk eða eitthvað svoleiðis. Mér fannst það alveg mjög fáránlegt og ég var að skrifa ég var bara svona að skoða söguna hvernig var litið á fólk með ólíka skerðingar að sömu menningarheimum voru álitin bara með bara vera heilagt, bara heila einstaklingar
og á meðan kannski aðrar skerðingar eða svona, það er kannski blindra á svona, þú veist, það var ekki beint talið sem skerðing, vegna þess að fólk gat unnið vinnu við hæfi, þú veist, svona, í tribes og svona, þú veist, ef fólk gat gert eitthvað með höndunum eða eitthvað, þú veist, þá gerði það eitthvað, sko, þú veist, þetta snýrast allt að vinna saman til þess að geta, lifað hamingjusamt líf saman. En svo þegar, Rómaveldið og bara aðrar, önnur veldi sem voru með kannski einhvern yfirvald sem vildi leggja áherslu á tiltekin atriði eins og hernað og vera sterkbyrður og karlmaður og taka yfir önnur lönd og fara í stríð og ræna, þá einhvern veginn var sko fólk sem tilheyrði ekki þennan hóp eða eins og meðalmannin, að hann var svona álitinn einhvers konar byrði og þá voru þeir einstaklingar bara jaðarsettir eða útrýmt liggur við bara jafnvel við fæðingu, útrýmt við fæðingu. Og þessi sko menningarmynstur ennþá hefur verið alveg fram á sko 20. öld að það verið að útrýma sko börn bara sem eru með einhvers konar svona fötlun og jafnvel sko tekið frá þeim bara grunnmannréttindi að geta þú veist sagt eitthvað þú veist hvað verður getnaðarvörn og svona. Stundum hafa við sko án þess að sko spjalla við þau þá bara komið í veg fyrir þegar þau geta eignast börn og bara ýmisleg læknisþjónusta sem þeim veist, þau geta ekki fengið bara vegna þess að þeir eru með einhver skerðingu. Og mér fannst það svolítið áhugavert að sjá þetta svona milli menningaheima og svo hvaða áhrifavaldi var þess sem skapa þessa menningu að þeir sem eru ekki eins og meðalmaðurinn fái ekki að njóta grunnmannréttindar og fái ekki að starfa og vera hluti af því að hluti af samfélaginu að geta starfað og tekið þátt og fólk áttar sig ekki á því að það mun bara byrðin sko leggjast á ófatlað fólk eins og þú veist ég meina þá þurfum við bara að lifa okkur bótum bara vegna þess að það vildi enginn bjóða okkur upp á störf sem við höfum áhuga á og við getum sinnt. Þannig mér fannst bara svona áhugavert að skoða svona söguna á einhvern veginn og hvernig þessi menning ennþá dæmi í dag og það hefur enginn áhuga að bjóða upp á störf og á meðan geta sko bara til öryggis haft einhverja bætur sem svo reisti krampi minn fyrir á fullt og ég get síðan ekki mætt í vinnu og þá hef ég allavega einhverja bætur til þess að sko að lenda á, skilurðu. En samfélagið ekki aðlega til þess að þú getur verið fullgild vegna þess að það vera fullgildur að þess að það er notað í hernaði. Heldur að það sé þannig, það sé bara brenglað manngildismat fyrir þér Harpa að kúuninn á hinnum fötluðu og þeir sem ekki sem haldið úti að þeir fylli ekki eitthvað skapalón sem að kannski eitthvað sem að við erum ekki að fara inn í hernað Íslendingar held ég, við þurfum ekki að hafa það sem viðmiðunina að sé að nota fólki í hernaði og allir aðri verði að vera svona annars flokks. Heldur að þurfum við að kannski bara laga aðeins hvað ég að segja, manngildis hugmyndir okkar hvað að vera fullgildur maður. Já, ég held að það væri bara mjög gott að það verði lagfært og laga til vegna þess að í dag þá njótum við þetta ekki mannréttinda, fatlað fólk til jafns við aðra og við höfum fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks en við höfum ekki lögfestan. Og það var til dæmis eitt af þingmálum sem áttu að koma inn núna á þessu þingi og áttu að vera búið að afgreiða 13. desember. Það var að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og það var tekið út sem var óskaplega miður og vont fyrir okkur vegna þess að á meðan að við höfum þetta ekki sem lögfest skjal að þá getum við ekki nýtt þennan samning fyrir dómi til dæmis. Þannig að það væri mjög gott að ég meina við erum að tala þáttöku allra og allir hafi tækifæri og af því að hún kom inn á það áðan að börn hefur jafnvel verið borin út sem eru fötluð að þá erum við í dag að takmarka fæðingu fatlaðra barna
og við erum ennþá hérna á Íslandi að hafa verið framdar ófrjósemis aðgerðir á fötluðu fólki, það er ekkert langt síðast sko, þannig að án þess að þau hafi hugmynd það. Þannig að við erum með ýmsa ýmis mál sem að bara eru mjög bagaleg og við þurfum virkilega að taka okkur á þess að lagfæra og þannig að við höfum all tækifæri í lífinu. Og líka taka fram að sko fólk miskil sko skilgreininguna á fötlun, þau halda bara að sé einstaklingur í hjólastól en ég ekki þannig og þess vegna finnst mér einhvern veginn stjórnvöld líka svona taka ekki mark að þegar barast réttindi fatlara að þau hugsa bara strax hjólastól. Það er ekki þannig, það er bara fólk sem er ekki eins og meðal manneskjan og getur kannski trufla daglegt líf, en til þess að sko núlla út þessa skerðingu eða takmarkana, þá þarf að aðlaga umhverfið að fólki. Og mér kom mér rosalega óvart þegar sá í fréttamiðlum að stjórnvöld hneykslaðust yfir því hversu margir eru í öryrkjabandalaginu og hversu stór hópur þetta er orðið. Og ég hugsaði strax sko fólk með þessi hópur, nefnilega fatlað fólk þessi hópur getur alltaf vaxið vegna þess að það eru einstaklingi sem hafa bara kunnað og markaðan bara fór svo illa með þá, kerfið mætti ekki þeirra þarfir, að þau þróa bara með sér langvarandi sjúkdóma sem er bara orðin varalegur og er bara til lífstíðar og núna eru bara öryrkjar. Þannig að hann verður líka að gera sér greina fyrir því að þessi hópur getur líka vaxið ef að kerfið sko mætir ekki þarfir einstaklinga. Því þrengra sem að skilgreiningin á því hvað er að vera venjulegur er, því fleiri verða náttúrulega óvenjulegir. Því erfiðara sem að meiri, þú verður að uppfylla eitthvað skilyrði til þess að vera fullgildur í vinnu eða í starfi eða í námi, að það verður alltaf þrengra og þrengra og það er fjölgar þeim sem að ekki falla undir það. En Ragnar Þór, við erum búin að vera að tala þá sem að voru svona fyrir utan samfélagið og er að berjast fyrir því að fá að tilheyra og að vera fullgildi í samfélaginu sem við erum að smíða. Ég ætla ekki að spyrja það. Ég ætla að spyrja þig frekar svona hópin sem að upplifir að þetta hafi verið fullveldið okkar, sem að ég myndi ætla það að þú í þinni baráttu í verkefnishreyfingunni sért að berjast við þá sem eru valdamestir í samfélaginu og telja að fullveldið sé kannski fyrst og fremst þeirra fullveldi til þess að stýra valdinu, auðvaldið og valdastéttina svo kallaðar. Heldurðu að upplifun þeirra á fullveldinu og til hvers það er séu ólíkar heldur en það er þrjár gáfu kannski vind af og svona í aðrinum. Hvernig það er að upplifa það að þetta fullveldi er fyrir mig og mína? Já, þetta ég var að brjóta svolítið heilan þetta þegar ég fekk svona yfirskriftina á því sem við ætlum að ræða í kvöld, en auðvitað skarast þetta allt saman. Við erum í sjálfu sér sem er jákvætt. Ég held að fullveldisbaráttan eða baráttan fyrir því að ráða okkur sjálf og hafa forræði yfir okkar málum. Hún sé í sjálfu sér alltaf í gangi, hún er stöðug, hún er sveiflukennd. Hún tengist og skarast út allt. Ég held að til dæmis eins og núna þá höfum við verið að taka svolítið slaginn með öryrkjum og öðrum hópum sem hafa verið mjög jaðarsettir og eru litlir hornauga í okkar samfélagi sem eitthvað vandamál, bara eins og allt frá lífeyrissjóðunum, það sem að örorkubyrði, það er alltaf talað þetta auknu örorkubyrði, þessa nýgengnu örorku sem eitthvað mein í okkar samfélagi og það er aldrei hægt að taka og síðan kannski sem að kemur aftur að þessu að það er alltaf verið að reyna að fleyga á milli hópa sem að eiga með réttu að standa saman vegna þess að við tengjumst öll í þessari baráttu og óvinnurinn er sá sami.
ef hægt að kalla hann óvin. Og allt frá því að til dæmis við í verkalýðshreyfingunni að ef við til dæmis berum þetta saman við traustið sem að verkalýðshreyfingin glataði yfir tíma, að þá horfum maður á þetta kannski frá mínu sjónarhorni þegar áður ég kem inn í verkalýðshreyfinguna 2009 og mín tilfinning að fara inn í eitthvað vígi sem ekki málsvari minn eða ég hef enga tengingu fyrir að sé að fara með mína hagsmuni eða fara með forræði yfir mínum hagsmunum og minni velferð. Og þetta allt saman mælanlegt og þetta mældist síðan vera rétt þegar við fengum aðgengi að gögnum hvernig bæði Alþýðusambandið skrapaði botninn í trausti í íslensku samfélagi árin eftir hrun og það ekki fyrir ný forysta tekur síðan við völdum innan Alþýðusambandsins að þar verður algjör kúvending. Þannig að ég myndi segja að fullveldið og fullveldi fólksins og forræðið yfir því að hafa eitthvað sína eigin hagsmuna að segja tengjast aftur trausti og ef við förum síðan aftur inn í trausti til þeirra sem að framlengja þessa baráttu og þá málefnavinnu og þá stefnu sem að hreyfingin fyrir í dag. Þetta getur komið á farið bæði með öðru fólki, þetta getur líka komið á farið með því fólki sem fyrir. Ef við höldum ekki þessari mikilvægu tengingu til þess að baráttan fari ómenguð síðan eins ómenguð fram gagnvart þeim sem að við erum að berjast við. Og það náttúrulega auð og valdastéttin í þessu landi sem að í mjög kerfisbundinni vinnu og þetta eru miklu fjármunir og þetta eru stór hópur af fólk sem hefur það atvinnu að berja niður réttindin okkar, forræði fyrir að hafa fullveldið okkar getum við kallað það og forræði fyrir að ráða okkur sjálf, samningsumboðin okkar vilja taka það af okkur, vilja koma því í einhvern þröngra manna hóp til þess að geta ráðstafa því sem til skiptana og mögulega detti þá eitthvað síðan ennþá neðar til annarra jaðarsettra hópa og svo lengi sem að millistéttin og svo stétt sem að við erum og það stéttir sem við erum að fara fyrir svona bara hefðbundið launafólk að reyna að þrýsta málunum þannig að við einhvern veginn grípum okkar hópa og pössum upp á það að styðja ekki við aðra. Og þetta barátta yfir arði yfir auðlindunum sjálfum. Við erum nýbúin að missa meira og minna öll fiskeldisréttindi til norskra fyrirtækja. Við erum að missa landið okkar í hendur auðhringja, bæði erlendra og innlendra. Við erum að stjórnarskrármálið ágætisdæmi, þar sem að mikill meiri hluti almennings. Landhelgisstríðin náttúrulega kannski eru skýrasta dæmi þetta, það sem sjálfstæðisbaráttan kannski mest í því að ná undir stjórn Íslendinga landhelginni og fiskveiðiauðlindunum sem að núna eru komin í hendurnar á kannski fyrst og fremst 4-5 fjölskyldum. Akkurat, og sagan síðan endurskrifað þar, ég meina eins og til dæmis með stjórnarskrármálið að nú ástæðan hefur löngum verið það, okkur hefur ekki tekist að ná því fram, hvað sem okkur kann að finnast það mál, vegna þess að það hefur ekki tekist að sannfara örfáa úr þessari valda og auðvaldsklíku sem að virðist ráða öllu. Hún hefur meiri völd heldur en mikill meirihluti þjóðarinnar. Og síðan þurfum við líka að passa okkur á því að við erum að horfa núna á þessa COVID-kreppu og það nánast verið að segja við fólki að atvinnuleysisbætur séu sérstakar COVID-aðgerðir en atvinnuleysistryggingar fengust með mikilli baráttu verkalýðshreyfingarinnar 1956 og svo framvegis. Þannig að við erum í endalausri baráttu bæði fyrir tilverurétt okkar og líka fyrir því að vera þetta mótvægi. Ég held að þessi dagur ætti að vera miklu stærri í okkar huga til þess að geta í sjálf sem nota þennan dag fullveldisins að staldra við, sjá
hvar okkur hefur tekist vel til, hvar hefur við náð árangri og hvar eftir. Stjórnvöldin stjórnmálin og stjórnmálamenn, flokkarnir, þeir skrapa botnin í íslensku samfélagi hvað traust varðar og hafa gert mjög lengi. Og þarna bara verk að vinna að ná leið og við fáum traustið aftur frá almenningi inn á þessar mikilvægu stofnanir eins og stjórnmálaþingið eru, að þá náum við stóru skrefi ef við náum, ef traustið nær allavega þangað. Ragnar, má ég aðeins spyrja það, því ég glemdi að bjóða fulltrúa auðvaldsins við borðið. Ég verði að spyrja þig auðvaldið. Heldur að sé þannig að það sé hluti landsmanna sem eiga mest og hafa mest afli í samfélaginu, upplifið þannig að þeir fari raunverulega með fullveldið og þeir eiga að dreifa valdinu mjög sparlega til annarra, að þrengja verkfallsrétt verkafólks og var mjög sparlega í því að gefa fötluðum fullréttindi og þröndu götunum. Heldur að það sé upplifunina, ef að við hugsa þetta fólk, ef við dreifum mjög svo víða, að þá fer þetta bara allt í hund og kött. Þess vegna er það affarið sælast fyrir Ísland að við höldum valdataumanna og deilum helst eins lítið með öðrum og möguleika. Heldur þetta sé viðhorf sem að kannski fólk segir í lokum herbyggjum eða þetta syngur kannski bara í haustum á fólki? Því þetta kannski ekki eitthvað sem að menn fóru að segja opinberlega. Þetta ekkert sem ég held, ég hef bara reynslu af því að í þeim málum sem ég verið að vinna í, til dæmis með stjórnvöldum, að ég hef bara upplifað það mjög sterkt að það kerfisbundið unnið gegn mjög mikilvægum og góðum þjóðþrifamálum sem að gagnast ekki bara okkar félagsmönnum heldur líka öryrkjum og þeim fátæku og jaðarsettu og það í sjálfu sér engin önnur skýring heldur en það að þarna séu öfl sem að berjast kerfisbundið gegn því að bæta lífskjör á þess að hafa fyrir því neina sérstaka hagsmuni aðra en að halda einhverju kúgunarsambandi við vinnandi fólk og þá sem að eru jaðarsettir í samfélaginu. Og ég trúi þessu bara, þetta er ekki bara mín trú að þetta sé svona, ég hef bara upplifað þetta mjög sterkt í samskiptum mínu við pólitíkina og sérstaklega hægri öflin. Og svona er þetta og við getum tekið til dæmis dæmi varðandi til dæmis lífeyrissjóðakerfið okkar sem að sannarlega er í eigu fólksins, ekki bara þeirra sem greiða inn í kerfið, almennings í landinu og þar inni eru allir sem hafa einhver réttindi inni, hafa dottið út af vinnumarkaði. Það eru nánast allur almenningur sem er skilgreindur sem sjóðsfélagi lífeyrissjóðum eða hefur einhvern tímann unnið klukkutíma að vinnu, að þá áttu réttindi. En fólkið í landinu hefur ekkert með að segja hvernig þessu stjórnað. Eini aðgangur fólks að kerfinu er í gegnum stéttarfélögin. En þar er verið að víla með fjármagn sem er notað eins og fé án hirðis í stórum leik viðskiptalífsins, þar sem að útvaldir fá að græða á meðan aðrir verða undir. Og baráttan er í sjálfu sér út allt, hún er á hverjum degi, stundum náum við árangri, stundum fer okkur aftur, stundum náum við hænuskrifa áfram, stundum fyrir við 3 aftur. En ég held að við séum ágætis leið allavega eins og staðan er í dag. Það eru möguleikar að gefa betur og gefa rétt og það er möguleiki fyrir okkur núna að ýta betur undir fullveldið og forræðið yfir okkur sjálfum. En það er, en við skulum búast við henni versta og því harkalegasta frá okkar, frá þeim öflum sem við erum að berjast við. Sjálfstæðisbarátta alþýðunnar heldur áfram. En þá erum við komin að því, Þorleifur. Nú tölum við svona eins og það hafi verið markmið með fullveldinu að allir væru þáttakendur og allir tækju þátt. Og mér langar að spyrja það svona á tvennan hátt. Annars var það svo að það stóð til að með fullveldinu kæmi virkari þáttaka meginþorra fólks og við getum öll móta samfélagi sem við eigum á millum okkar.
Eða var þetta alltaf bara spurningum það að innlend valdastétt var að taka við af erlendri, hægt og bítandi og þetta var svona mælstónu því og svo kannski alþýða manna þeir horfðu á fullveldið og svo lýðveldisdaginn seinna. Horfðu það á það að þetta væri stórt skref í því að bæta kjör sín, að það væri frekar á það hlustað og það væri hlýtt og það myndi hafa meiri áhrif á samfélagið sem að bjó í. Já, það nú búið að segja svo margt gáðlegt og athyglisvert á þessum fundi að ég veit náttúrulega ekki hvar á að byrja en þetta nú kannski leiðandi spurning að byrja á fortíðinni og það alveg ljóst sko að fullveldið kom svona óvart eins og svo margt annað í sögu íslenska þjóðar óvart upp í hendurnar á henni. Íslendingar voru búin að berjast fyrir fullveldi eða einhvers konar sjálfstæði lungan úr 19. öldinni eða sérstaklega eftir miðja 19. öld og hvorki gekk né rak. Það ekki fyrir en að Danir sáu hagsmuni í því eftir að ljóst var að það væri að líða að friði og Íslendingar vildu fá siglingafána til þess að vera öryggari á höfunum og Danir vildu fá sem sé tilbaka land sem þeir höfðu tapað í stríði við Prússa 1864 og þeir töluðu það mjög opinskátt í blöðum á fundum danski stjórnmálamenn að þeir þurfti nú að gefa eftir fyrir Íslendingum vegna þess að það væri ljóst að þessi friður sem væri nú í augsýn, hann mundi verða grundvallar á þeirri stoð sem þeir nefndu sjálfsákvörðunarrétt þjóða. Og þetta hafði komið fram í friðaráætlun Bolsévíka strax bara við valdatöku þeirra haustið 1917 og síðan hafði Wilson Bandaríkjaforseti í janúar 1918 sett saman 14 punkta friðaráætlun sem lagði áherslu á með þetta sjálfsákvörðunarrétt þjóða. Það gerist svo á næstu 4 mánuðum eftir að Íslendingar fara fram á þennan siglingafána að Danir segir svo, strákar mínir, við skulum bara á strákar, þeir töluðu til strákana, sko, þetta var karllægt samfélag. Við skulum ræða þetta bara og reyna að komast að niðurstöðu sem fyrst og það verður úr að það verður sem sé gengur betur á 4 mánuðum en hafði gert áður á 6-7 áratugum og 1. desember er sem sé fullveldi lýst yfir með íslensku fána. Þetta var sem sé 19. öldin er öld rómantískrar þjóðernishyggju sem fór dali og fór bæði hallir hinna ríku og kotina fátæku. Þetta var eitthvað sem snerti við öllum íbúum nánast Evrópu, bæði háum sem lágum og til dala og í borgum. Og þessi þar ekki er annað sem tengist þessari stórmerkilegu öld 19. öldinni, sérstaklega þegar líða tekur á hana, að það þessi, sko, það sem kallað er positivismi eða þróunarhyggja og það sem þið að vera minnast hérna á í sambandi við örorku eða öryrkja og við þá til jaðarhópa að við sjáum svo ofboðslega speglast í þessum viðhorfum seinni hluta 19. aldar fram á 20. öld sem sko náði náttúrulega svo hámarki í helför nasista og fjöldamónum þeirra bæði á gyðingum og öðrum náttúrulega. Þannig að menn voru í alvörinu og þið getur lesið bara grein í Andvar eftir þann ágæta mann Finnur Guðmundsson í Andvara 1922 þar sem hann fjallar sko mannkynbætur sem sjálfsagðan hlut, þetta væri hægt að gera, það þyrfti að bæta mannkynin og menn voru með algjörlega komið upp sko svona eins konar kort af hver væri þróuð þjóð og hver væri vanþróuð þjóð og að sjálfsögðu voru þeir sem settu þetta fram voru
af þeim samfélögum sem voru færast að drepa sem flesta, framleiða tæki og tól til þess og gátu ríkt yfir öðrum. Og við tölum enn í dag þróuð ríki og þróunaríki. Það ennþá fast í málum. Og þetta byggist algjörlega á þessari fornu arfleifð eða gömlu arfleifð, hún ekkert forn, hún tiltölulega ung, þetta að viðhorf að það væri munur á samfélögum, alveg eins og á einstaklingum, alveg eins og og þróunarkenning Darwins, hún útfærð yfir á samfélög og búið til eitthvað svona kenningar það að það væri munur á samfélögum eftir hversu þróuð þau væri. Og þeir sem náttúrulega höfðu farið geist yfir í krafti verslunar og manndrapa, það voru náttúrulega hinn vestrænu samfélög Evrópu og Evrópa hefur náttúrulega markað rosalega djúp spor í sögu í alla heimsbyggðina á bara tiltölulega á mjög skömmum tíma í sögu mannsins, hvað þá lífs á jörðinni. Og Þorleifur, má ég spyrja, ertu að segja það að í fullveldinu að þá hafi ekki verið fræ af neinu þessu sem við erum að tala að það ætti að vera, sem að væri aukin þáttaka sem flestra heldur eiginlega bara þveröfugt. Það svo langur formáli á mér, vandamál það með mína formála, þeir eru svo langir, en það sem ég ætla þetta gerist 1918. 1916 stofnar íslenskt alþýðufólk, Alþýðusamband Íslands, 12. mars 1916 og það var samtök verkafólks og verkalýðsfélaga, 7 verkalýðsfélaga til að byrja með og síðan verður þetta reyndar, þetta hvort ekki senn pólitískur flokkur og samtök, fagleg samtök verkalýðsfélaga. Og þetta mjög athyglisvert að fullveldið verður 2 árum síðar og alþýðufólk þá þegar farið að huga að því að taka þátt í stjórnmálum. Alþýðufólk fékk við höfum oft, og það mjög mikið talað kosningarétt kvenna 1915, en það gleymist á gjarnan að það voru ekki bara konur sem fengu þá kosningarétt, heldur líka 40 ára eldri reyndar, heldur líka vinnumenn og fátækir kallar, sem nú ekki síður merkilegt. Það fyrst 1915 sem þessi réttur fæst til alþýðufólks og þennan rétt voru þeir greinilega mjög fólk ákveðið í að nýta sér með einhverjum hætti og þeim tókst að býsna vel. En það var nefnilega aldrei svo að þetta tækist í einu spretti og menn voru, eins og Ragnar myndi sérna á atvinnuleysistryggingar 1956 eftir verkfallið mikla 6 vikna verkfallið 55. Það hafði fyrst borið á góma á 3. áratugnum og ár eftir ár höfðu kratar og síðan sósíalistar borið þetta fram á þingi. En það var ekki fyrr en eftir langvinnt verkfall 1955 sem þetta náðist í gegn sem réttindi fólk sem enginn í dag vildi vera á. Og sama, Ragnar kom líka inn á mjög merkilegt atriði sem náttúrulega lífeyrissjóðirnir. Það náttúrulega algjörlega stórmerkilegt að hugsa sér að þessi eign þeirra sem í sjóðunum, hún skuli vera að miklu leyti í höndum fulltrúa atvinnurekenda. Og þeir hétu því líka, verkalýðshreyfingin hefur ekki alltaf verið að pæla mikið í penningum eða sjálfsögðu hefur þetta verið undirliggjandi nauðsyn, en þeir hafi ekki verið útsmognir í svona þessum peninga eða valdi peningana eins og atvinnurekendur og þeir sögðu það strax þarna á 7. og 7. og 8. áratugnum þegar þeir lífeyrissjóðirnir voru að fæðast að þetta yrði svo mikið afl að ef að þetta afl kæmist í hendur á verkalýðshreyfingarinnar að þá væri út frjálsa markaðskerfi. Þetta yrði þá sósíalistríki og þeir hafa staðið vörð það. Þeir sögðu það er kannski ágætt að halda þið fram að þegar ég hef opnað á mig munnin varandi lífeyrissjóðina og haft skoðun á þeim
að þá fer allt kerfið á hliðina, hvort sem þessi Seðlabankinn, Fjármálaeftirlitið, okkar viðsemjendur í atvinnulífinu eða stjórnmálamenn, að sama skapi að þá hafa þeir lítið gert annað en að segja lífeyrissjóðunum fyrir verkum og enginn segir neitt. Þannig að þetta er svona, þetta verður að vera mjög áhugavert ár, svo ekki sem er að stökk. En Þorleifur, heldur að alþýðufólk á þessu tíma hafi litið svo á að fullveldið og sjálfstæðisbaráttan væri leið að betra lífi og meira völdum þeirra sjálfs í samfélaginu. Ég bara veltaði fyrir mér hvort að sé yfirleitt hægt að burðast með sjálfstæðisbaráttuna og fullveldið í svona umræði sem við höfum verið með hér, sem er bara réttindabarátta ólíkra hópa, eða er kannski sjálfstæðisbaráttan, er hún frekar eitthvað sem að tilheyrir raunverulega, eins og hefur verið sagt hér, að innlendum herrum sem að kúa. Já, sko, getur alþýðan gert eitthvað við sjálfstæðisbaráttu? Já, sjálfsögðu, sko, en ég get líka bara, ég veit það að sko, sjálfstæðisbaráttan á seinni hluta 19. aldar og í upphafi 20. aldar, hún fór fram með því að það var búin til mynd af hinum kúuðu og kúrunum, af hinum vondu Dönum, og flest það sem frá þeim kom var af hinum vonda, og svo henni kúuðu þjóð sem bjó í eitthvað svona torfhólum. Jável íslenski bærinn, hann var talaði niður, sko, í að verða bara nánast, sko, einhverjar hólu sem auðmikja en þjáða þjóð þurfti að hírast í. En þessi, ég held að alþýðufólk hafi einmitt hrifist af oft á tíðum af þessum vilja til þess að verða sjálfstæð og komast úr þessum helja greipum danska valdsins og geta byggt upp fallegt samfélag sem hefði rúm fyrir alla. Ég hugsa að það hefði verið, nú hefur ég ekki gert neina rannsókn á þessu, en ég finn það bara á heimildum að alþýðufólk var mjög öflugt í allskins hreyfingum, sko, sem voru, sko, þegar verkalýðshreyfingin stofnuð í byrjun 20. aldar, að þá er hún, sko, mjög alþjóðasinnuð. Það er alþjóðahyggja sem er mjög sterk þar, og menn voru að ræða sameinaða Evrópu, og Ólafur Friðriksson, ritstjóri Alþýðublaðsins, var að tala sameinaða Sameinuð Norðurlönd, að þetta sáu ákveðin afl í því að alþýða gæti verið þeir töldu sig eiga meira sameiginlegt með alþýðufólki í Evrópu heldur en yfirstéttinni á Íslandi. Þessi hins var ég held að þetta hefur verið áberandi í viðhorfum alþýðufólks að þetta væri sko ekki unnið til einskis, því að myndin af Dönum var líka dregin upp svo svört, og auðvitað var hún menguð af því að það var hinn sterki gagnvart hinum smáa, það er alveg ljóst. Íris, má ég spyrja þig að þessu sama, getur alþýðufólk og jaðarfólk sem er að berjast fyrir réttindi sínum og vera fullgild eitthvað gert við þessa sjálfstæðisbaráttu og fullveldishugtakið og annað slíkt, eða er þetta raunverulega saga hinna og ættu við að hendinni? Já, náttúrulega besta leiðin til þess að einhvern veginn sameina fólk undir einhverjum sameiginlegri hugsjón eða sameiginlegum fána er náttúrulega að búa til einhverja hina, einhverja óvini sem náttúrulega voru einu sinni Danir en hafa svo líka tekið alls konar myndir, meðal annars myndir ýmissa þeirra jaðarhópa sem við höfum verið að ræða núna. Þannig að... Svo var vitnað í áðan, þú vitnar í bara dæmi spillingu borgarinnar og það var líka að tala bara spillingu þjóðalíkamans, að hinn fatlaði væri merki spillingu þjóðalíkamans, þannig að þetta verið miskunnarlaust notað af skilgreinina hinna. Þannig ég er hikandi við það, sko. Það verður alltaf einhver jaðarsettur sem að er yfirleitt skilgreindur sem hinn, eða þá að þessi skilgreining hefur þá þau áhrif að tiltekinn hópur verður jaðarsettur.
Þannig að já. Ef við erum að tala svona eins og sjálfstæðisbaráttu og þjóðríki að þetta sé ekki barátta bara að byggja upp samfélag á millum okkar og það þarf ekki til að vera skilgreind út frá þjóðerni eða nú lifir náttúrulega í samfélagi sem að 50% íbúanna eru innflytjendur, þannig að það ekki lengur þjóðríki þarna ef við ætlum að halda samfélaginu saman. En samt sem að eru þá svona tölum við ennþá einhvern veginn þjóðina og samfélagið svolítið á þeim nótum. Þannig að það lífir svona orðræðar lífir oft ansi lengi því að þótt hún kannski endurspegla ekki raunveruleikann. Þannig kannski þurfum við bara að finna einhverja aðra leið til þess að hugsa samfélag. Hugsa leiðir til þess að einhvern veginn búa saman og tilheyra saman. Þannig að við einhvern veginn getum verið saman með okkar fjölbreytilega bakgrunn okkar fjölbreytilegu stöðu, sko. Hvernig það lítur út svo, það kannski svolítið erfitt að segja það okkur núna. En við þurfum held ég svolítið að fara að pæla í því, hvernig við getum talað okkar samfélag og tilheyrt saman án þess að það sé kannski undir einhverju þjóðarstibli eða einhverju fullveldishúsjón. Maður kannski aðeins bæta við þetta, þetta er áhugavert að því að þegar ég kem inn í hreyfinguna 2009 eftir hrunið og það er allt vitlaust í samfélaginu og fólk kom saman niður á Austurvelli og ég tók þátt í því og svoleiðis. Ég skynjaði mjög snemma í baráttunni að það var innan hreyfingarinnar mjög svona mikil fordómar fyrir öryrkjum inn í verkalýðshreyfingunni. Þeir ættu ekki heima þar og það tókst að mestu að brjóta þá rauninni út úr eða gera þá brottrekka úr starfi stéttarfélaga, gera þá ókjörgenga inn í stéttarfélögin. Ég man að þegar ég að byrja í þessu fyrstu fundinni þá var Guðmundur Ingi sem nú var þetta þingmaður fyrir Flokk fólksins mjög ötull innan baráttunnar hjá VR. Síðan hefur maður svona fundið þennan tendast líka frá okkar viðsemjendum að það er alltaf verið að reyna að reka fleyg í að koma fólki að sundra þessari samstöðu sem maður getur í sjálfu sér sem svona hinn mesta ógn við þá sem að vilja halda sér öllum spilum og völdum í íslensku samfélagi. Þetta upplegi líka varðandi lífskjarasamningana og aðdraganda þess hvað halda félagsmenn VR eða þú ert í slagtogi við láglaunafólkið og láglaunastéttirnar. Hvað finnst félagsmönnum VR þetta og hitt? Þetta eru svona spurningar það sem alltaf verið að ýja í því að reyna að sundra saman sem að við erum að reyna að byggja á núna. Það er grunnur samstöðu og reyna að breikka hana og víkka hana út eins og mest við getum með okkar félögum í Öryrkjabandalaginu, með eldri borgurum og eins mörgum og við getum náð að borðinu til þess að myndarunni álveru trýsti afl sem ekki hægt að líta framhjá og verður ekki sniðgengið með nokkrum hætti. Það held ég hefði göfuga markmið okkar í dag vonandi texta. En þetta skylt við sjálfstæðisbaráttuna sem eiginlega Íslandssagan sjálfstæðisbarátta eins og hefur verið kennt. Er það hún sem hann halda áfram og víkka út og breytast eða sjálfstæðisbaráttan eitthvað sem kannski í andstöðu við þetta? Ég held að þetta helst mjög vel í hendur vegna þess að í sundruð eða í synkru lagi að þá eigum við ekki séns. Við eigum ekki séns í að gera okkur gildandi í samfélaginu og eftir sem að þú ert neðar í stiganum þeim mun vonlausari verður baráttan. En ég held að þessi samstæða, hún sé svona lykillinn að því að samfélagið og ákvarðanir sem þar eru teknar verði á forsendum heildarinnar en ekki örfára. Og eins og sé, ef við verðum sundurleit eins og hreyfingin hefur oft verið og þá held ég að þá verður þetta mjög erfiður róður. Þannig að þetta er að mínum að algjör lykillinn að tilveru okkar í fullveldisbaráttunni og sömuleiðis að við náum flugi sem við höfum ekki séð áður. Þorleifur, þú réttir upp þetta. Já, ég ætla nú bara að segja það náðan að þegar við erum að tala
íslenska þjóð og þessi orðið, þetta samfélag sé þegar orðið fjölþjóðlegt og það að því leyti náttúrulega rétt, það eru 15% íbúa sem eru af öðrum uppruna, en ég held að við megum ekki fara út í það, að mínum mati finnst mér rámt að afgreiða þjóðina sem eitthvað merkilegt, ómerkilegt, þjóðerni og þjóð. Ég held að íslensk tungallinn sé eina perlum í þessari sameiginlegu gullkistu sem menningararfur mannkyns og við þurfum að standa vörð hana og þeir sem hinga flytja, þeir gera rétt í því að læra góða íslensku eins og Lúbí hefur gert, hún reyndar af önnari kynslóð eða eitthvað, en þannig ég ekki sjálfur. Þú veist það nú Þorleifur að stundum alveg sama hvað fólk gott í því að tala íslensku, að þá íslenskan getur verið óttalegt kúgunartæki fyrir þá sem ekki með hana sem sitt móðurmál og fólk fær að heyra það sem að skrifar að þá ræðst fólk á það fyrir að skrifa eitthvað vitlaust og fólk þykist ekki skilja það ef það hreimurinn ekki góður. Íslenskan getur verið kannski, man ekki hvernig þeir orðað, klingur fyrir einhverja eða leikfang, en það getur líka verið svipað fyrir aðra. Já, en ég held að sú svipa, hún sé nú henni sé ekki beint að innflytjendum og ég hef sjálfur verið að kenna ungu fólki tvítugt og ég hef gert rannsókn vegna þess að það hefur þyrmt yfir mig hversu slök máltækni, hversu slök íslenskan meðal ungs fólks í dag og ég hef tekið saman úr ritgerðu þeirra og svona þvílíka fróður sem nær yngri átt og ég hef gert rannsókn sem sé mjög svona litla að vísu athugun á því hverjir standa slakast og það kemur í ljós að það er hópur barna eða krakka sem eru af íslenskum foreldrum og þeir eiga það sameiginlegt að þeir hafa ekki notið þess, allir það var ekki lesið fyrir því æsku og ekki fylgst með málþroska þeirra að neinu viti, þeir hafa fenguð bara iPhone eða eitthvað í hendurnar strax í vökugjöf og ólu síðan upp með því. Innflytjendur hins vegar, þeir sem áttu innflytjendur af foreldrum, þar tók ég eftir að þau voru tvítyngd og þar var mjög rík áhersla lögð á að þau lærðu bæði móðumálið og föðumálið, þar segja bæði mál uppruna síns og þar var staðan algjörlega í toppi. Þannig að þetta ekki spurning það, heldur spurning hvernig samfélag hvers konar samfélag að skapast hérna á Íslandi. Og ég held að maður geti lesið svona úr mitt málþroska ungs fólks og það hefur ekkert með innflytjendur að gera. Að hann slakur og það að verða einhvers konar kokni íslenska til. Herðu, Þuríður. Hundur. Þetta nú svona, kannski, ég veit ekki alveg hvort við erum að tala sikkert hlutin, hvort að þessi mannréttindabarátta sem við töluðum hvort hún geti verið hluti af sjálfstæðisbaráttunni og að það er að nota sjálfstæðisbaráttuna til þess að knýja á aukin réttindi alls þorra fólks, eða bara allra. Eða Íslandssagan, sjálfstæðisbaráttan, hún kannski hetjusagan sem saga sigurvegarana sem hafa náð öllum völdum í samfélaginu. Getur alþýðan notað Íslandssöguna og sagt að við verum að klára fullveldið, við verum að klára lýðveldið, þannig að allir ráði, við verum að klára landhelgisstríðið, þannig að allir fái arðinn af auðlindunum. Stjórnarskrármálið, að klára að setja það, við erum að klára að setja lýðveldið með því að þjóðin fá að setja landinu stjórnarskrá. Þetta að nota þetta í baráttunni? Já, það þetta að nota þetta í baráttunni örugglega eitthvað. Þegar tala sjálfstæðisbaráttu að ég held að fatlað fólk sé á hverjum degi að há sjálfstæðisbaráttu og af því að ég sjálf uppgötvaði mér til hrellingar fertugt hvað gerist þegar þú missir
missir efnina kannski til að vinna eða labba eða hvernig þú ert settur niður mörg þref og hvaða fólk sem að lendir í því að slasast eða veikjast eða alvarlega á kannski lífsleiðinni að hvað þarf að hafa rosalega mikið fyrir því að fá að vera til og fá að vera sjálf og það auðvitað kannski bara það fólk sem fæðist fatlað og fatlað að það kannski á erfiðara með að setja sig akkurat í þau spor að þess vegna er það þeirra sem að einmitt sjá hvað valda mismunin eða valdin eru mismundi og hvað valdavægi er brotið á einstaklingum sem að við þurfum þá að rísa upp og lýsa því daldi og þannig að við höldum réttindum fyrir alla og ég segi eins og fyrir sjálfa mig að aukvita það allt inn að ég var orðin einhver svona jaðarsett persóna fertugt af því að ég hafði dottið að hestbaki og var í hjólastól. Það var eiginlega skelfileg uppgötvun og líka bara að finna hvernig allt í einu samfélagið var bara að horfa með öðrum hætti á mig og ætlaðist ekki til þess að ég væri kannski endilega mikið að hafa mig frammi. Það átti að gera alla hluti fyrir mig eins og ég hef svo sem kannski minnst á allir ætlaði að hjálpa mér einhvern veginn sem var auðvitað gott og gilt og fólk vildi vera velvilja en fyrst og fremst er það þannig að fólk verður að geta ráðið í eigin lífi og það er bara þessu sjálfstæðisbaráttu sem að við erum öll að hafa okkur með einasta degi hvort sem að það eru samkynhneigðir eða innflytjendur eða börn innflytjenda eða fatlað fólk að allt er þetta fólk og þetta snýst það að halda mennsku sinni og vera hver annars. Þannig að já, ég held að við getum nýtt okkur ýmistæki í þessari baráttu. Útvíkkuð sjálfstæðisbaráttu. Já. Ég kannski fæ aðeins örlítið að bæta við þetta að þú veist að ég held að fullveldisbaráttan nú snúist mikið það núna að og hefur gert lengi að við öðlumst fullveldi frá kúgun og spillingu og arðráni á innviðum, auðlindum, samþjöppun og misskiptingu, aukinni misskiptingu sem að við erum að berjast til frá degi til dags. Og það er hinn eiginlega og eilífa barátta. Þetta verður að vera loka orðin, það var einhvern veginn þannig orðað að þetta hljómaði svo loka orð, þannig ég ætla að slá botnin í þetta. Ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hérna og láta það eftir mér að svona fabulera um 1. desember, fullveldisdaginn, sem er svona dagur sem er vandræðadagur í það veit eiginlega enginn hvað hann á að vera. Forsetinn var reynda með ávarp núna í sjónvarpinu. Þetta er miklu merkilegra skref sem stigið var 1918 heldur nokkuð til 17. júní. Já, ég veit, þetta er vandræðari það því þetta er raunverulega sjálfstæðið kom þangað, ekki kannski á 17. júní í rigningunni, en einhvern veginn Íslendingar hafa aldrei náð tökum á því hvernig eigi að fjalla um þennan dag og þetta var svona tilraun til þess að fjalla um fullveldið sem viðvarandi sjálfstæðisbaráttu og sjálfstæðisbaráttu allra í samfélaginu, allra hópa, þannig að og kannski baráttu með fókusin á því að við værum að búa til samfélag á millum okkar. Þetta væri áfangi þeirri leið að við hefðum möguleika á að byggja upp gott samfélag á millum okkar. En ég þakka Lubna Bari og Íris Ellenberger, Sigríði Hörpu, Ragnari Þór og Þorleifi kærlega fyrir að koma hingað. Ég þakka hlustundur fyrir að staldra hérna við. Ég minni á að þessi þáttur og aðrir þættir Samstöðurinnar eru aðgengilegir á síðum Samstöðurinnar á Facebook og YouTube og svo á Samstöðu líka sitt eigið vefsvæði. Þetta er samstöðun.is, þar er þetta nálgast alla þessa þætti. Ég hvet ykkur til þess að fylgjast með. Á morgun verður öryrkjaræðið á dagskrá hér klukkan 3 og svo verður hérna rauðaborðið aftur klukkan 8 annað kvöld. Þá mæta hér fulltrúar úr stjórnarandstöðin innan og utan þings, kalla þetta stundum. Það kemur fólk hérna úr verkalýðshreyfingunni og stjórnarandstöðin á þingi og við tölum um stjórnmálaástandið. En ég þakka ykkur fyrir og við gott kvöld. Takk.